Já, velkomin á Frelsi TV. Ég heiti Axel Pétur Axelsson. Óvinsæll í athugasemdum. Það er hérna að fólk hatar mig alveg beggja vegna bullstokksins. Ég er búinn að vera svolítið að rífast núna í þessum flóttamanna stríðsglæpa liði og það er eiginlega niðurstaðan hjá mér að þetta er bara hrein heimska. Það er stór alvarlegt vandamál í heiminum í dag, hvað fólk er orðið heimskt. Og þeir sem hafa einhverja örlitla vitglóru eftir í kollinum, þeir eru flestir fjölmellur eða leigupennamellur eða eru algjörlega búin að selja sig þeim sem að stýra öllu og stjórna, ógeðsstjórunum. Og ég sem ég segi, það hata mig allir. Ég er búinn að vera að rífast í dag bæði við þá sem að eru með því að taka á móti flóttamönnum og þeir sem eru á móti því að taka á flóttamönnum. Ég er búinn að vera að rífast við, eða svona rökræða, þetta nú kannski ekki, svo reynda að koma svona rifrildisnaggar alltaf upp, sem eru náttúrulega ekki viðræðu hæfir svo sem, en það er allt í lagi. En ég var að tala að ég byrja aðeins á þeim sem að er á móti flóttamönnum. Þeir bera við alls konar trúarritum múslima og íslama og þetta er allt saman hryðjuverkamenn og þetta er allt saman bara ægilega vont fólk sem að hefur núna í 100-200 ár verið undir stanslausum árásum okkur Vestlendinga. Og NATO og Co. er svona prima operatus í þeirri glæpastarfsemi. En ég gerði mér nú ferð hérna inn á vef íslensku þjóðfylkingarinnar og renndi nú hérna yfir þessa grunnstefnu þeirra. Og þetta meikar ekkert sens. Einstaklingsfrelsi, stórefla löggæslu, landhelgisgæslu. Það passar ekki saman. Auka beint lýðræði. Bíddu nú við. Þú veist, bara þið lesið þessa stefnuskrá, þá er hún öll í þversögn við sjálfan sig. Þeir vilja sem sagt ekki fá innflytjendur inn í landið eða flóttamenn, en þeir vilja vera áfram í NATO og Co. Og alþjóðlegt samstarf. Það stemmir ekkert saman, sko. Men ef þú ert í stríðsglæpum, ef þú ert brennuvargur sem brennir niður hús, þá fylgja því ákveðnar afleiðingar. Þannig að þú getur ekki bæði gert glæpin og kvarta svo undan afleiðingunum. Hafnar því að moskur verði reistar á Íslandi. Búrkur verði bannaðar og umskurður stúlkna, sjáðu. Það má umskerast drengi, sko. Það er allt í lagi að skera þeim trillan. En bara ekki stúlkur, sko. Og hafna skólahaldi íslamista á Íslandi. Það er náttúrulega í boði bankana, því bankarnir þola ekki íslama því þar er bannað að innheimta vexti. Hafnar aðild að ESB og TISA úr Schengen
Þetta allt saman fullt af andstöðu við sjálfan sig. Og þessi íslenska þjóðarfylking nú bara einhver kjánaklúbbur sem að ég veit ekki hvort að nokkur á að taka þessu alvarlega. James Bond mættur. Breska leyniþjónustan í Musteri-seglinu mætt bara. Nice. En svo var ég að rökræðast við á löngum þræði hjá henni Evu Hauks þessi mál frá hinni hliðinni þar sem að hún vill bara og þetta No Borders og Gunnar Voge og Selma og hvað þetta lið heitir. Það birtist nú mynd af þeim þar sem að þau héldust í hendur og hlógu meðan þeir voru að rífa skiltið af einhverjum öðrum sko. Og það var kært vegna höfundarréttar þótt að allir vita að fair use þessi mynd fellur undir fair use. Svo var sagt að það væri fölsuð af því hún var skorin öðruvísi. Og svo ég búin að vera í löngum viðræðum við hana Evu Hauksdóttir sem að mörgu leyti alveg ágætt. Og þó við séum ekki sammála. Hún allavega ekki svona aumingi eins og Silfu, Egill Lokbrá og Jónas Kristinsson fyrrverandi ritstjóri eða kórstjóri og fleiri svona aumingjar sem að bara kasta manni út ef maður eitthvað ósammála. Ég virði nú Evu með það. Hún allavega ekki búin að kasta mér út en þá. Maður veit aldrei hvað gerist. En þar Eva að segja, hvað á að gera í sambandi við flóttamennina? Hvað á að gera í sambandi við flóttamennina? Við verðum að taka við flóttamennum og hjálpa þeim. Og þá segi ég við hana á blogginu, já, það verður að stöðva stríðsglæpina. Og hvernig ætlar að gera það? Og ég kom bara með smá uppskrift af því, bara og það sem sagt uppskrift að sko þegar á að fara í stríðsglæpina þá ekkert vandamál að gera alls konar hluti og heimta auka peninga aðildarþjóðunum og gera þetta og gera hitt til þess að fara í stríðsglæpina og sprengja þessa þjóðir til steinaldar. Það ekkert vandamál. Þá ekkert vesen að skrifa bréf og þá virkar allt kerfið eins og klukka sko. En svo þegar að ég segja á þessum þræði að það þarf að byrja á því að stöðva stríðsglæpina. Fram að því ekkert hægt að gera neinu einasta viti. Og það farið að kalla fólk rasista. Svo fólk spurt á móti, hvað meinarðu rasist? Það enginn að tala um rasist, það enginn að segja að við viljum ekki gula, blá eða græna menn. Það enginn að tala um það, bara vera að tala um það að fólk vill ekki fá þessa flóttamenn inn af ákveðnum ástæðum. Sem að margar þeirra ég tel reyndar alveg fullgildar. En mikið af þessum ástæðum náttúrulega alveg út í hróa. Ég reyna að leita þráðina sem ég svaraði þetta. Bara rífast að svara þessu. Og þá kom ég með svona bara uppskrift. Já, fyrst að segja upp verin í NATO. Og næst að, ég sé nú, þetta svo margir þræðir og þetta Facebook alveg ömurlegt í að til þess að rökræða nokkuð skapaðan hlut. Þetta út um allan völl, sko. En þá ég semst að segja að lausnin að senda bréf, ég ætla bara að gera þetta í minni, eða byrju þetta. Að ég var bara að segja að það bara að byrja á því að stöðva stríðsglæpamennina. Og hvernig gerir maður það? Jú, maður sendir bara bréf til NATO og Co. og segir bara við erum ekki með í þessum stríðsglæpasamtökum meir, við erum hætt í þessu. Já, hvernig gerir maður það? Maður skrifa bara bréf. Ég meina, þessi apparöð sem við höfum alveg bara, það tekur bara 5 mínútur að
Hérna, ég ætla bara að sýna ykkur þennan þráð hérna. Hérna, það er ekkert mál að gera þetta í hina áttina, sko. Það er ekkert mál að fara í stríðsglæpunum og sprengja allt í tætlur og til helvítis. En svo þegar á að fara að gera eitthvað til þess að stöðva brennuvarginn eða stríðsglæpamenn, þá bara er allir konur með lömunarveikina, sko. Ok, hérna spyr hún, mig langar að fá svör þeirra sem vilja ekki fleiri múslima til Íslands og eitthvað svona. Og ég ritst í þessum þræði, það reyndar gerði hún ekki neitt. Og leiði sínum gerpum að gala eins og þeim sýndist. Ok, ég er sammála því að það væri gott mál ef Íslendingar hættu þátttöku í öllu virkjum hernaði, en það leysir ekki vanda þeirra Sýrlendinga sem núna búa við ófrið. Sko, það má alveg eins bara segja að þessi Sýrlendingar sem eru núna að hlaupum yfir, hvað er ekki, Miðjarðarhafið eða Svartahafið og eru að hlaupa undan þessu stríðsglæpa bandalagi, að það er bara gæða eftirlitið hjá stríðsglæpamönnunum hefur klikkað, þeir náðu ekki að drepa þetta fólk heima hjá sér. Þannig að núna er þetta fólk að hlaupandi umvörpum til bara hvert sem er í óboði. Nú þá er bara eðlilegast að drekkja þessu fólki bara í Miðjarðarhafinu eða í miðbænum eða við tökum bara við öllum Sýrlendingum sem vilja koma og drekkja þeim bara hérna í miðbæ Reykjavíkur. Bara allir flóttamenn sem vilja koma eru velkomnir og daginn eftir að þeir koma þá bara drekkju þeim á Lækjartorgi. Eða drykkingaheil eða það er mjög auðvelt að drepa fólk. Nei, það bara, nei, það þarf að hjálpa þessu fólki. Nú, þarf að hjálpa þessu fólki þá. Er það bara þegar þú sérð í fólki, þegar komið til Evrópu í neyðsinni? En þegar það er heima hjá sér í sínu heimilum, þá má bara sprengja þau til helvítis. En ef þau eru komið svona nálægtir þannig að fólk sér þetta fólk, þá bara, nei, þetta er bara að hjálpa þessu fólki, en bara að drekkja þeim. Hver er munurinn á að drekkja fólki á Lækjartorgi eða sprengja þau sofandi heima að sér? 3 ára börn, 5 ára börn, bara núna, as we speak. Þá eru sprengjuherferðir á vegum Frakklands, Bandaríkjanna. Í Líbíu var Noregur meira segja með því að sprengja lítil börn heima að sér. Hver er munurinn á að sprengja fólki í tætlur sofandi heima að sér eða drekkja þeim í Lækjartorgi? Fólk er jafn dautt eftir sem áður. Já, en ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um vanda flóttamannanna. Já, drekkju þeim bara. Það er það sem þið viljið. Það er það sem NATO og CO er að gera. Og það er það sem Ísland borgar milljarða á hverju ári inn í. Það er það sem að fullt af íslensku fólki er að taka þátt í daginn út og daginn inn og er eitthvað meira feimnismál að sprengja þetta fólk í tætlur heima á sér heldur en að drekkja á Lækjartorgi. Það er akkurat engin munur á því. Þannig að þetta hræsnist drullumall er bara viðbjóður, sko. Ok, ég er sammála. Og hvernig væri gott mál ef Íslendingar hætti þátttöku en þú leysir ekki Sýrlendingar sem nú búa, já ok, þá bara stríðsskaðabætur á stríðsbandalagið og alla vopnaframleiðendur heims, þeir bara eru strax sendir feitir reikningar, skattareikningar eða reikningar þetta eða reikningar hitt, þeir bara skaðabætur fyrir þeirra skaða. Þetta er bara eins og eitthvað kveikir í húsinu heima og eru hálf fjölskyldan drefst. Þá náttúrulega sækjur á brennuvarginn. Og hérna er planið. Hvernig viltu fara því að stöðva brennuvarginn? Hvernig viltu gera þetta? Þetta er allt svo flókið. Hvernig skrifa maður bréf til NATO? Hvernig gerir maður svona? Hvernig gerir maður þetta? Að gera sér upp heimsku er tvöföld heimska, sko. Þetta er bara fáránlegir hálfvitar upp til hópa, beggja vegna þessara víglínu, sko. Ok, ég er marg búin að benda á því hvað Ísland á að gera. Númer 1, segja sig úr NATO og CO og það eru Sameinuðu þjóðirnar og Seðlabanka, IMF, BIS, draslið allt saman meðtalið, bara gefa þeim fingurinn og fuck you, sko, við tökum ekki þátt í þessari glæpastarfsemi meira.
Númer 2, loka sendiráðum og slíta öllu stjórnmálasambandi við þau ríki sem standa fremst í þessum stríðsglæpum og hafa notað sín stríðstól. Ég geri ákveðinn greinarmun á þeim sem hafa stutt þetta með peningum og einhverju svona meðvirkni og þeir sem hafa farið með sínar herþotur og sína hermenn og drepið saklaust fólk í þessum löndum. Og það til dæmis Bandaríkin, Ísrael, Bretland, Frakkland og Noregur. Og það eru fleiri ríki sem ég er nú ekki bara með alla mannkynssögun í kollinu þegar maður er að spjalla svona mál. En þetta tiltölulega einfalt að finna. Það sem sagt númer 2, já, gleymdi ég númer 3. Ok. Það er ekki einu svona pæði þetta inn hérna. Og númer 3 þá. Hérna, já, ég var nú að breyta þessu. Þetta má nú ekki vera vitlaust hérna. Byrjum við. 3. 3. Og 3 hérna. Og þetta er 4 þá. Svona. Smá bókhaldskekkja hafa með. Ok, gera allar eigur stríðsglæpamanna og fyrirtækja, hergagnaframleiðendur, upptakar hvar sem til þeirra næst og fangelsa alla þá sem hafa stutt þessa áratuga stríðsglæpaseríu. Og þetta er til í lögum allra þessara landa að þeir sem að stunda skipulega glæpastarfsemi, allar eignir sem myndast í starfsemina eru upptakar. Þeir sem taka að gera upptakar. Og þá hefur komið gríðarlega mikið af fjármunum og resursum sem hægt að nota. Já, hérna, það er númer 4. Eignir sem gerir upptakar viðlið 3 var notað til að byggja upp löndin sem á orði fyrir þessari stríðsglæpastarfsemi. Og svo byrjar hérna heimskan, þið getið lesið þetta og ég, sko, þetta fólk tjáir sig eins og að sé með Stockholms-einkennið, Stockholms-syndrómið, sko. Já, við getum ekkert gert. Og svo er bara heimska, vitleysa og kjaftaði. En hérna, þetta er bara prump. Þetta er bara drulla. Þetta er bara algjör vitleysa. Þetta er bara, ef við notum þessa dæmisögu sem brennuvargur eða gengi að brennuvörgum er bara búið að vera að brenna heilu þorpin eða borginnar, bara brenna hús eftir hús eftir hús og það er bara skaða fólk og brent og hérna, veist, fjölskyldur brenna inni og það er bara rosa vesen og þá er bara verið að spyrja, hvernig er að lækna brunasárin? Og meðan halda brennuvargarnir bara áfram, sko, og brenna allt til helvítis. Og ef að þú ert svo heimskur eða svo heimsk að þú sérð þetta ekki, þá er þeir bara ekki við bjargandi, sko. Því miður. Og þá bara velkomi, hættu þá þessu nöldri. Haltu þá bara helvítis kjafti, sko. Þá bara þegar þessi flóttamenn koma, þá bara drekkjum við landamærin. Men af hverju er lagi að drepa þetta fólk þegar það er heima á sér en ekki þegar það er komið til okkar? Hver er munurinn á því? Veistu, hvers konar hræsni er þetta? Bara allt í einu þegar fólk fer yfir eitthvað landamæri, þá bara, nú er það konum með öll mannréttindi, sko. Nú hafðu þeir ekki mannréttindi heima á sér. Nei, það er nefnilega þegar mannréttindi eru túlkunaratriði. En ef að, sko, það er komið, það er staðfest núna sem ég hef sagt áður, margótt sagt. Að hérna, að það eru þessir billjónerar sem komu upp úr seinni heimsstyrjöldinni og þeirri fyrru, sko, fyrst á seinni heimsstyrjöldinni er skipulagað sömu aðilum og þriðja heimsstyrjöldin er líka skipulagað sömu aðilum, sömu öflum. Það sem að fólk virðist ekki átta sig á er að seinni heimsstyrjöldin er svona og hérna já, það verður að hrósa manni. Veit ekki hvað maður að gera það. Allavega þá hérna er ljóst að allavega þessi plebbi hérna, hann var óbúslega ríkur upp úr seinni heimsstyrjöldinni
Hann var 17 ára í seinni heimsstyrjöldinni og hann fór með alls konar fólk inn í hann var í því að bara ræna fólki og drepa það. Það var það sem hann var að gera og hann er einn af þessum sem að hirti stríðsgróðana af öllum sem voru drepnir í seinni heimsstyrjöldinni í Evrópu. Og hann hefur rekið sitt dæmi alla tíð síðan óáreittur og bara versnað og orðið ríkari á þessari skipulögðu glæpastarfsemi sem hann stundar og hann er náttúrulega með diplómatapassa og það er engin svona almenn lög sem gilda þessa plebba, sko. Þeir eru yfir öll lög hafnir. Og það er ofboðslega transparent hvað planið með Evrópu að flytja inn alla þessa svokölluðu flóttamenn. Þetta eru menn á heraldri og þetta eru liðsflutningar á málaliðum. Og þessi plebbi hérna, hann er að múta öllum þessum NGOs eins og EVU og Selmu og öllu þessu liði sem að er bara, já, verðum að hleypa flóttamönnum inn, verðum að hleypa flóttamönnum inn. Þetta liðir allt saman með hendina hérna þessum kallið upp í raskatinn á sér. Það eru bara svona leikbrúði fyrir þennan. Og líka liðið sem er hinum megin. Nei, ekki hleypa þeim inn. Þeir eru líka með hendurnar á Soros upp í raskatinn á sér. Og svo leikur hann svona brúður. Sjá, það er alltaf verið að rífast. Þetta er elsta hertækni trikk í veraldinni sem heitir divide and conquer. Ef þú hefur ekki lesið það eða veist ekki hvað það er, þá ertu hálfviti. Og þannig er bara verið að láta fólk rífast, svo koma þessi málaliðar hérna inn og svo þetta er bara nákvæmlega sama og gerðist í Írak og Líbíu og Afganistan og bara öll þessi skrilljón lönd sem þessi mafía er búin að ráðast inn í. Og síðan er komið fullt af liði hérna sem er herbúið jafnvel og er sem sagt hérna í ákveðnum tilgangi og það eru margir sem að hafa hvar hérna, já, þeir sem voru svona flóttamenn sem voru að flýja í alvörunni, þeir svo, já, ég skil ekki þetta fólk sem var með mér hérna flóttan, það fór alltaf í ATM reglulega og tók út fullt af peningum. Þannig að, veist, hvaðan komu þeir peningum? Það er alltaf Soros og Co. sem að eru að fjármagna þetta allt saman. Og þeirra business model er að drepa fólk eða gera það veikt, eins og Vesturlöndum, þá er Rockefeller fjölskyldan og Foundation og allt það. Þeir eru bara í það að gera alla veika og græða á því. Og hérna þannig að þetta er bara business as usual. Þetta eru þessi sömu, sko, það sem gerðist í seinni heimsstyrjöldinni og þið sem hafi náttúrulega horft á mig, vitið upp og allt það, að sko þeir sem að stóðu fyrir seinni heimsstyrjöldinni voru ekki einhverjir trúboðar einhverja hugsjónastefna eða baráttan á milli kommunisma og nasisma og við unnum nasistana, veist, Askinasi er líka nasist, veist, Askinasi, þeir verið að tala nasist, það er líka verið að tala þann hópa fólki. Veist, það er bara alltaf verið að fokka í hausnum á okkur með alls konar orðum. Og fólk er það er ekki þetta að gera, sko. Já, hvað er Ísland að gera? Við getum ekkert gert. Já, sendum 20 milljarða ári í þetta stríðsbandalag, gerum það, veist. Það er allavega hægt að senda það, veist, það er alveg hægt. Og hérna, já, ég vil ekki hætta í mafíunni og taka á mafíuna þegar hún getur meitt mig, sko. Já, þá bara lifur með mafíuna, hættu það á þessu helvítis væli, maður. Vertu það bara í stríðsglæpa heimi og taktu því eins og maður, sko. Og mundu það þegar þeir koma mörka úr þér lífið með dróni eða sprengjum eða eitri eða vírusum eða biological eða hvað dettur í þau að nota þig. Vertu það ekkert að væla, sko. Haltu það bara kjaftu og drefstu. Veist, þetta er svo mikil skömm fyrir mannkyn að vera svona heimst. Það er alveg ótrúlegt, sko. En alltaf hvernig ná heimskingi að geta skammað sín? Það virkar ekki.
hann náttúrulega hefur engar forsendur til þess að skammast sín af því að hann er svo heimskur, eða hvað? Þarf ég að útskýra það fyrir ykkur líka kannski? En já, það sem ég var að segja um seinni heimsstyrjöldina. Nei, það þurfa færri að hlusta á mig. Það er bara það er partí hjá heimskingunum, sko. Bara að leyfa fólki að njóta þess áður en það drepst úr heimsku. En það sem ég var að segja um seinni heimsstyrjöldina, já, það er sko þeir sem voru í sko, Albert Pike byrjaði að skrifa um þessi plön um heimsstyrjaldirnar, hvað var ekki 1870 eitthvað svoleiðis, give or take. Og Musterisreglan sem er náttúrulega 6.000 ára gömul og er ættuð frá Egyptalandi og er svona kristileg svona kristileg samtök. Þeir sem eru á fyrstu stigunum eru hlaupandi þarna á köflótta dúknum, sko, þeir vita ekkert hvað er í gangi. Og öll þessi merki, það er svona satanísk merki, alveg bara, já, þetta er Jesú Krist merki, já, hann var með svona djöflastjörnur, sko. Það er bara snéru hinsegin, sko. Og eitthvað svona, veist, já, krossin, þetta er krossin hans Jesú. Já, bara dattu hún og naglinn og hann snerist við í okkur, sko. Já, einmitt, já. Og veist, þeir eru á neðsta talborðinu, sko, og vita ekkert í sinn haus. Og það er sama með flesta þessum stofnunum. Veist, valdstjórnin er byggð upp með sama kerfi og NATO og Co er byggt upp með sama kerfi og það er það sem að þess vegna tala um þetta sé Babylon og þess vegna er Evrópubandalagið byggt eins og Babylonstjórn. Já, en Axel, það er tilviljun, sjáðu. Og þeir sem að ráða Evrópubandalaginu eru bara sjálfskipaðir. Þeir sem bara, já, ég er bara að ræða þessu hérna. Og svo er svona Evrópuþing. Og þeir sem eru á Evrópuþinginu eru með bara 8, 10, 12 milljónir á mánuði, sko, í laun og gera ekkert nema borið raskatið á sér og lykta af sínum eigin skít. Það er eina sem þeir gera. Þeir hafa engan annan tilgang. Og þannig að þannig fullt af þingmönnum tróðandi puttanum upp í raskatið á sér og lyktandi og finnst það voða gáfulegt, sko. Að þeir eru þannig, já, við stjórnum þessu Evrópubandalagi, sko. En sannleikurinn er sá að þeir ráða engu, akkurat engu, sko. Veist, þeir eru bara að runka sér allan daginn, sko. Og það eru bara kommissararnir sem ráða öllu. Og þetta er allt saman einkenni hersetu. Og þetta lið hefur sérst náð að kontrollera mannkyn í 6.000 ár. Og þannig að þeir eru ekkert að byrja á þessu alveg í fyrradag, sko. Og núna, kannski í fyrsta skipti í mannkynssögunni eru þessi leyndartrikk alla komið upp á yfirborðið. Og það sem að, sko, ein af því, ég veit ég er að fara svolítið einu og öðru, það er bara að hafa það, sko, ein aðferðin sem þeir nota er The Rising Phoenix. Sko, eiginlega fyrsta skilyrði til þess að átta sig á því hvað er í gangi er að kunna lesa táknmáli á þessu liði. Og þeir dýrka Fönixinn og hafa myndina af þessu hérna með ég þusa yfir ykkur. Hvaða mynd er farin, segir það? Eilíðu, heyrir enginn í mér kannski? Hérna er Order out of chaos, sjáðu. Og það er ekki ástæðulausu að þessi merki eru hreinlega út allt í öllu
stjórnkerfinu. Öll herveldin eru með þetta. Nei, ekki að stækka myndina. Nei, sýningurinn er bara eins og hún er. Getur fundið hana sjálf. Það er þetta merki hérna, Order out of chaos. Já, það er einhverjar truflanir á hljóði. Ég skal lækka aðeins hérna. Ég lækka aðeins bandvítana meðan einhverjar truflanir eru. Ég er ekki með neitt of hátt CPU núna. En hérna er þessi mynd sem að allir tala Order of Chaos, sem þýðir Order out of chaos. Og þetta er ekki örn. Þeir stundum fela fínexinn í arnarmerkjum. En þetta er sem sagt ekki örn, þetta er fínex. Og þið hafið séð hérna The Rising Phoenix. Ég skal finna hann bara líka fyrir ykkur. Svona með P. Það er þessi hérna. Já, ég hef enga stjórn á þessu vídeói. Ég held bara áfram. En hérna The Rising Phoenix er í öllum þessum merkjum. Og þetta eru trúartákn þessara Egypta, þessara faraóa. Þetta er þeirra tákn. Og hér er sem sagt tvíeggjasver náttúrulega. Hérna eru 33 gráður og tvíhöfða fínex. Og hér er konungdómurinn og þið sjáðu það tómt hérna undir. Sjáðu. Það hefur ákveðna merkingu sem ég ætla ekki að fara nákvæmlega yfir núna. En ef að þið skiljið Order out of chaos eða Order of chaos og The Rising Phoenix, hérna er hann oft táknaður svona, sjáðu, þá er aðferðin við að þessi aðferðafræði sem þeir nota er hljóð og mynd í lagi. Þið þurfa að kommenta. Já, myndin komin, ok. Að hérna, sko, Order out of chaos, þá taka þeir stjórnkerfi sem fyrir og eins og til dæmis á Íslandi þá var svona tiltölulega saklaust þjóðfélag sem allir höfðu nóg að bíta og brenna og það var lítið misskiptinga því að menn gátu bara farið út á bryggju og veitt allir, sko. Og það var svona kristin trú og sko það sem að menn fatta ekki þegar kristin trú í landi, ég þekki bara náttúrulega hana best, sko, ég held að þetta sé sama element í múslimatrúnni, að þá svona félagsneti miklu sterkara og til þess að einn rúftæknimann ekki einhver að koma í sjálfboðavinnu frá skrúi og þeir elska mig allir, þeir eru allir að horfa, sko. Að hérna, sko, Ísland var tekið með þessum aðferðum. Þá byrjaði allir að rífast við þáverandi kerfi sem var svona kristið trúarkerfi sem virkaði bara mjög vel, miklu betur en það kerfi sem er núna. Og það var svona ákveðið siðferði á milli manna og traust og fleira slíkt. Og þá brenna það kerfi með Order out of chaos, eða brenna og þá rís fönexinn, skiljiði. Og til dæmis kaþólska kirkjan brendi sitt kerfi svolítið með því að, sko, munið allt þetta barnaníð presta og fleira slíkt, það reyndar inni í þeirra trúarbrögðum.
og kaþólska kirkjan er náttúrulega egypsk líka eða farósk, að sko það er vitað að kaþólska kirkjan réð presta, sérstaklega í barnmargar sóknir sem voru vitað að voru pedophile, sko, eða voru inni í þessu að eyðileggja börn. Og og sama munið með allar þessar fölsku ákærur á alla presta og allir prestar voru bara ógeðsmenn allt í einu og þú veist þessi árás á kristna skipulagið sem var skipulagt order out of chaos, að brenna gamla kerfið og upprisi nýtt ógeðskerfi. Og það hefur heppnast mjög vel, sko. Þannig að Ísland er núna mikill viðbjóðspakki í gangi, þar sem að sjálfsmorðstíðni er upp úr öllu valdi og fátækt er alveg rosaleg og allir að rífast, sko. Og það er skipulagt þannig. Og þú veist, á 17. júní er fólk bara girt af frá Austurvelli, eða þessi lýðurinn, Góim, þið góleminn. Og þetta er allt saman skipulagt, sko. Þetta er ekkert af þessu tilviljunir. Og lykillinn í því að geta hagað sér svona, þessi glæpamenn geti hagað sér svona, er að gera þig að heimskingja. Og það hefur heppnast mjög vel. Það er veist, fólk getur ekki einu sinni séð glæpamannin, sko. Og það er náttúrulega þetta sem þeir kalla Stockholm syndróm. Stockholm syndróm er mjög þekktur svona sjúkdómur eða vesen. Að Stockholm syndróm er að þá ertu inni undir örlögum glæpamanna og þú ert svona hostile, eða þú ert gísl glæpamannanna, en sýnir gríðarlega mikla samúð og svona vorkunn með glæpamönnunum. Og þetta eru elítumafíurnar eða stríðsglæpamafíurnar búnar að fullkomna. Og það endurspeglaðist einmitt í þessum þræði sem ég var að sýna ykkur áðan. Að það bara, já, förum bara að sprengjum ISIS, sko, sem ISIS er NATO, skilur. Eða svona, ef þú skiptir út orðinu gríla fyrir ISIS, þá skilur hvernig þetta virkar. Já, förum bara að sprengjum grílu, sko. Grílu, hvað meinar? Já, bara grílu. Á hvar er hún? Já, hún er þarna það sem olían er. Já, ok, förum það að sprengjum grílu. Og núna til dæmis í Jemen, það er mjög lítið búið að fjalla um Jemen. Þeir eru búin að drepa, held ég, ef ég fer rétt með 6.000 manns í Jemen. 6.300 held ég að heyrt. Og mest það er saklausi borgarar. Að það er enginn að tala um það neitt. Og núna eru Ameríkanar að fara, kemur frétt bara allt í hennu. Og ég er búin að vera að segja lengi að það er NATO og CO sem að stýrir þessu öllu saman. Nei, Axel, það er ekkert svoleiðis, þetta er bara svona. Svo kemur allt í einu frétt, já, Ameríkanar eru að fara frá Sádi-Arabíu. Þeir eru búin að fullkomna þessa stríðsglæpamaskínu sem er að drepa Jemena núna. Og nú er það bara, já, ok. Og hvað hefur að gera með flóttafólkið? Já, mitt. Það er ekki bara að drekja þeim á Austurvelli. Akkur ekki. Veist, ykkur er ekki við bjargandi. Þetta er bara, veist, og það er verið að stefna þessu í Hunger Games kerfi, sko. Og þið munið í 1984 þá voru allir í svona bara gráum vinnujökkum, sko. Og af hverju var það? Veistu af hverju það var?
Á ég að sýna þér mynd af 1984 eða bíómyndinni sem sagt? Sko, það er alltaf verið að tala um að við séum svo menntuð, við séum svo klár. Það er ekkert sem að almennur heilbrigður einstaklingur í dag á ekki að geta skilið. Ég meina, skilur ekki 1984 bíómyndina eða söguna? Skilur þetta ekki? Skilur ekki hvað er að gerast hérna til dæmis? Fattar ekkert hvað var átt við þegar var verið að tala um að og hann var pyntaður þarna einn til þess að segja 2 + 2 væri 5. Veistu ekkert af hverju það er? Fattarðu það bara ekkert? Ég er að drekka Orange Juice í kvöld with bits. Veist, fattar ekkert samhengið í þessu neitt, veist. Heldurðu að þetta sé bara einhver svona ævintýrasaga sem engin boðskapur inn eða neitt. Veist, þetta ert þú. Þetta er bara mynd af þér, heimskingið þinn. Og af hverju voru allir í svona eins göllum? Veist, af hverju er enginn í búrkum hérna? Nei, það móðgar eitthvað sko. Veist, bara banna búrkur, munið þið. Það var hann í stefnuskránni hjá einhverjum heimskingjum. Þessi mynd er mikið bjartari. Já. Þetta er mikið gifmynd. Nice. Og svo er þessar endalausu leiksýningar. Það sem að er verið að sviðsetja hryðjuverk. Og alltaf er lausnin bara meira og meira eftirlit og meira, veist. Manstu ekkert í 1984, það var alltaf verið að berjast við einhverja óskilgreinda óvini og allir eru bara hræddir við hryðjuverk. Sko, George Orwells myndi nú kannski segja hvort hann sagði þetta. Veist, ég skrifa þessa bók sem viðvörun, ekki sem leiðbeiningabækling, sko. Þannig að til dæmis þessi mynd hérna. Skilur þetta? Veistu hvað er verið að meina hérna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, þetta eru 9 orð hérna. Veistu af hverju það eru 9 orð hérna? Hvað táknar 9? Ef þú snýrði við er það 6. Já. Þú veist. Ef við að reyna að lesa þetta saman. War is peace. Lesum þetta aftur saman. Nú á íslensku. Stríð er friður. Freedom is slavery. Frelsi er þrældómur. Ignorance is strength. Heimska er styrkleiki. Já, þetta er svona svört orð og hvít, já, svona rauðu, já. Ertu viss að fatta hvað þetta táknar? Ertu viss að áttið á því hver boðskapurinn er í þessum orðum? Það er svo sagt er einni bíómynd sem kemur út núna 11.11. Fyrsta vopnið sem er dregið í stríði er orðsifjafræðin eða orðin. Og þeir sem hafa núna verið að sveifla þessu, bara rasistar sem vilja ekki fá flóttamenn inn í landið. Þetta er upp til hópa hálfvitar og leigupennar andskotans. Og þar af leiðandi algjörlega ómarktækir fábjánar. Það hefur verið að leika sér að orðum
í áróðurskyni. Það er verið að snúa öllum merkja á. Nei, ég sagði ekki að þú væri rasisti, ég meinti að þú væri nýrasisti. Já, en þú sagði rasisti. Já, ég meinti nýrasisti. Já, en þú sagði rasisti. Já, nei, það er svona skýrgreint orð hjá alþjóðastofnunum að nýrasisti er mjög meir táknar allt annað. Já, en af hverju sagðir þú rasisti fábjánuðin? Ég er með meira sem búin að búa til orð þetta. Alþjóðlega stofnunin Frelsi TV, nýheimskingi. Það eru allir bara nýheimskingjar í dag. Hefur þú til dæmis lesið þér til orðið propaganda? Hvað þýðir propaganda? Ef að fara yfir það saman? Treystirðu þér til þess? Propaganda, það er áróður. War propaganda er vestur á honum. Þetta er menn að stunda bara alveg eins og engins í morgundagurinn. Veist, propaganda er alveg veist, það er bara að lesa þessi til það. Veist, mér segja hérna í gamla þessu stríði hérna með Napólón, það var notað propaganda þar. Það voru nýlega sett, eða fyrir nokkrum áratugum sett lög í Bandaríkjunum sem að yfirleitt er bannað að nota propaganda. Það var semst opnað fyrir það með lagasetningum. Var ekki hversin að þetta þess? Is this tomorrow? America under communism, 1947. Sjáðu, allir brenna hér í helvíti bara. Hjálp! Destroy this mad brute. Enlist. Síðu api í þýskum herbúningi með einhverja kettlingadruslu. sem mætti nú sannlega bara drekja við Austurvöll í leiðinni, sko. Einhverju Japani. Go ahead, please, take day off. Þetta svona til þess að hvetja þrælana til þess að halda áfram að framleiða vopn, sko. Þið eru bara heimskingjar. Ég veit ekki hvað ég reyða tíma mínum í ykkur einu sinni. Your duty to buy að fjárfesta í hernaði. Fuck you. Það er bara ekkert my duty, sko. Psychological warfare, ert þú svona yfirleitt ekkert að sýslast í þessum hugtökum eða veist ekkert hvað það þýðir? Vertu svo sár þegar ég kalla þig heimskingja? Þú veist ekkert í þinn haus. Já, þú ert svona ný heimskingi sem blaðrar út allt en veist ekki raskat. Eða svona stjórnmálamaður sem bara lyktar á puttana sem varst með upp í raskatana þér. Það eina sem þú kannt. Psychological warfare. Já, nei, það enginn að gera það. Þetta bara einhver samsæriskenning, sko. Psychological operation. PSYOP. Nei, Axel, það ekkert svoleiðis í gangi. Það bara ekki svoleiðis. Það er ekki þannig að ættingjar forseta Bandaríkjanna eru með gasframleiðslu í já, býtum við, hvað erum við? Þeir eru með olíu, já, í Úkraínu og Gazasvæðinu, já, það er náttúrulega bara tilviljun, já, og í Sýrlandi og Írak og Líbíu, já, það er Axel minn, þetta er nú bara tilviljun. PSYOP. Ég þarf að trademarkja þetta PSYOP að vera selt í bíósölum Axel Wood. Axelsviðnum þegar ég verður með svona kvikmynda húsa keðjum allan heim eftir allt hreinur til helvítis. Þá mun ég byggja það á brunarústum helvítis.
Ég meina, það er til dæmis, þetta fólk sem að ég var að vitna í áðan, það er aðallega 2, Eva og Sigurfreyr. Ef þú lest þessa síðu hérna bara, psychological warfare og propaganda og lest svo það sem þetta fólk er að segja, þá kannski, já, ég skil. Það er nefnilega svona, sko. Ég þarf náttúrulega að sýna ykkur hérna óraðsdrykkinn sem ég er að drekka. Heldur mikið vodka. Já, ég meina, hver getur dílað við ykkur heimskingina öðru sem að vera hálf fullur eða eitthvað. Ég er enda ekki fullur núna, en það þarf nú helst að vera vel í því til þess að höndla þetta kjaftaði, sko. Það er bara Já, en Axel, það verður að bjarga flóttamönnunum. Já, við viljum vera í NATO. Og við viljum bara, já, ok. Já, það er ekkert hægt að gera. Við bara verðum að vera með í stríðsklöpunum áfram. En hvað hefur að gera við flóttamennina? Ég veit það ekki. Já, ok. Það er nefnilega það. Ég er eiginlega alveg orðlaus. Lesa hérna aðeins meira. Já, þessum vitsmunabrekkum hérna. Ég held að ég sé að missa þolinmæði gagnvart rasistum. Ég hef kynnst 3 ára börnum sem hafa betra vald á rökræðu. Nú. Svo svarar hérna einn ágætur. Já, ég er búinn að missa þolinmæði fyrir fólki sem tekur upp rasistakortið á nokkra skýringar eins og þú gerir í þessari færslu. Já, Axel fullur, já. Já, ef það safnast í það, sko, þá þarf að safna fyrir einhverju brennivíni til þess að hella í mig. Ekki fyrir að gera þetta á eigin kostnað. Það er nú ósanngjarnt. Ég skoða fyrri svör ætlaði að gera. Kemur nefnilega hérna eitt. Það eru til ágætar skilgreiningar á rasisma og nýrasisma sem viðurkenndur er af alþjóðastofnunum, svo ég þarf ekkert að útskýra sérstaklega hvað ég á við. Ekki frekar en ef ég sagðist vera þreytt á þjóðkirkjuprestum. Þetta er svar. Þetta er svona svar 3 ára barns. Nei, þjóðkirkjuprestar eru ekki gott dæmi og sérstakur hópum. Frekar Svo spyr ég hana, frú drottningu, ég veit þetta allt. Eru alþjóðastofnar hinn nýi guð? Axel Pétur Axelsson. Næ, en það er skilgreiningar sem almennt eru viðurkenndar meðal þeirra stofnana sem við eigum öll aðild að eru hentugri en geðþótta skýringar hvers og eins. Já. Gullita er að skít. Já, hei, svona minn að horfa. Sæll, vinur. Hann er nú svo kláran strákur minn, sko. Hann er engin heimskingi. Hvernig var þetta lagið með hann að sonur minn? Þetta kvöld var hann að æfa lögreglukórinn. Já, svona er þetta. Þegar ég ætlaði að tala um eitthvað allt annað í kvöld. Ég man bara, hvað ætlaði ég að tala um? Svona er þetta. Þetta er nú ekki meira betur skipulagt en þetta. En hérna,
Já, sonur minn enginn hommi, hann fullkominn eins og ég. Já, einmitt. Sonur minn enginn heimskingi, hann fullkominn eins og ég. Ég eiginlega kópar þetta Palli. Enda skórnina sama tjald. Sonur minn enginn heimskingi, fullkominn eins og ég. Já, ég ætlaði eitthvað að tala sjálfsveldisflokkinn. Sko, það eru bara 2 flokkar í framboði. Það sjálfsveldisflokkurinn og hitt ruslið. Það bara þannig. Það ekki mér að kenna. Allir hinir flokkarnir bara að tala að sulla áfram í sömu heimskunni. Það bara, veist, flytja pínu heimsku héðan og hingað eða þaðan og þangað. Sjálfsveldisflokkurinn vill bara leggja þessa vitleysu niður, bara hætta þessu. Bara gera eitthvað annað. Hérna. Hvað menn ekki mennin að trúa á kallinum? Einhvern veginn held ég að verði ekkert úr þessu frambúðinu. Það orðið að veruleika, þannig að það ekkert aftur snúið, sko. Og hérna, ég ekkert að missa neinum lestum, sko. Það allir bara, já, ég ætla að vera með í næstu kosningu, bara ég verð að komast inn á þing og mér liggur ekkert á. Sko, ég kom með 42 like. Og like þýðir Mike, like þýðir að fólk með. Og hérna, það náttúrulega mjög vont þegar að lýgveldið hleypir manni hvergi að til þess að tjá sig þetta nýja framboð. Það náttúrulega lýgveldis halli á því svolítið. Ég menna, reyndar eru fleira tínast hérna inn. Já, hann kom einn, bara hei, velkomin. Þetta greinlega þræl virkar svona YouTube. Dude. Hérna, það bara svona alls konar handavinna framöndan og hérna, ég fer nú fljótlega að sitja svona fyrstu fundina á stað. Og hérna, ég hef ekki tekið við greiðslum frá svona Sorróum og alþjóðastofnunum eins og flestir virðast vera á einhverju NGO stuðningi. Þannig að þetta það bara gerast á þeim hraða sem það gerist. Og hérna, það reyndar að tiltölulega auðvelt að komast í framboð, sko. Það þarf ekki nema 300 undirskriftir og eitthvað svona smótteri og 5.000 skall til þess að skrá apparatið. Og það mun ég gera fljótlega þessari viku eða næstu. Og verið á vaktinni með að sjá tilkynningu frá sjálfsveldisflokknum að ég mun boða fljótlega. Þetta svolítið upptekinn í þessari viku? Ég ekki erfitt að vera að koma á fót stjórnmálaflokki og ekki búsettur á Íslandi, ekki bara kostur? Ég meina, hafið þið séð þessa flokksfunda myndir sem menn mæta alveg bara grúpþreyttir eitthvað kvöldi bara skímaður. Þú veist, ég verð með allt á sem sagt online. Það verður ekkert svona, það verður ekkert svona vesen, sko. Það verða alltaf, allir fundir verða á YouTube í Hangout. Og það allt saman recordað, þannig að kannski kemst ekki á eitthvað fundið og tekkar bara á því. Allar atkvæðagreiðslur eru opnar. Það ekki einast að það bara leynilegar afgreiðslur eru bara out of the picture, sko. Þannig að það mjög auðvelt að sita á Facebookina bara atkvæði þetta og þá bara sita allir undir sínu nafni, já eða nei eða alls ekki eða fuck you eða hvað þeir vilja. Og hérna, málefnavinnan fer fram í gegnum YouTube og þá geta menn bæði verið að kommenta eins og þeir að gera hérna. Það ekkert endilega þannig að allir þurfa að vera í kameru, allir eru velkomnir í kameru á þessum fundum, sko. Og hérna, grunnurinn kominn
og ég mun ég ætla að byrja á fundi þar sem verður kosið í stjórn og einhverjir svona fótgönguliðar til þess að hlaupa með pappíra hingað og þangað og eitthvað svona vesen. Og og það var bara kosið í stjórn og það var komið stjórn og síðan byrjum við bara málefnavinnu þar sem að við tökum bara hvert atriðið fyrir sig. Og sko ég er alveg tilbúinn til þess að missa stjórn á þessu hvenær sem þannig, þú veist, ef maður segir ætlar þú ekki að vera formaðurinn og allt þú veist, ég bara alveg eins sko. Það var bara kosning sko. Ég veit ekkert hver ætlar að leiða hvað eða hvað. Ég held að það bara verður að koma í ljós. En þið vitið náttúrulega að ég stýri þessu öllu frá tunglinu, ég var búinn að sýna ykkur það. Þið vitið það. Þú búin að sjá hérna myndina af mér. Ég var úti áðan sko, í logninu. Það er engin vindur á tunglinu sko. Og svo er smá stúdíó hérna. Þetta er fóturinn á stúdíóinu, sjáðu. Og hérna er appelsínið mitt. Þannig að og hér er náttúrulega allir lukkuriddarar velkomnir. Hvort sem heita þetta, hitt eða ditt. Þannig að það eru bara svona ef það verður einhver fút í þessari framkvæmd þá verður bara tilbúin list eftir 2, 3, 4 vikur sko. Og þetta er engin svona einræðisflokkur þannig að ég þannig að fá fullt af fólki sko. Og ég held að það sé mjög þægilegt fundaform að vera bara á YouTube-inu með þessa fundi. Það gerir nú svolítið smá kröfu að fólk kynni sér aðeins audio-tækni sko. Það var svolítið vesen í síðasta Eyrarbreimi að það var hljóðvandamál hjá Þórdísi. Það er eiginlega eingöngu passin í YouTube heima er audio-þekking. Og ég var nú búinn að segja einhvern tímann frá því hvað ég held að sé langbest og einfaldast fyrir fólk. Og ég myndi nota það ef ég væri ekki með þennan mic. Og það er svona flipamic, sjáðu. Þeir eru rosalega góðir sko. Og nú situr hann bara sko og tengir beint í tölvuna. Og þá er allir hamingjusamir. Af því að sko þessir ódýru mækar sko, veist, að þessi er með sko gúmmí þeim tekur allt sjáðu leið og alltaf með þetta í öðrum mækum sko. Þótt ég komið við þetta sjáðu það kemur aðeins hljóð en þetta er allt saman dempað sko. Og þannig að flipamækin eiginlega næsta og hann er ekkert mjög dýr sko. Þannig að ég ráðlegg fólki að tryggja sér það. En það er líka flestar svona útvarps- og sjónvarpsstöðvar. Þær eru mjög margar komnar með internet og símalínur. Þannig að ég sé nú fyrir mér að nota það bara alveg markvisst. Nú svo er náttúrulega ef að það eru fjárhagslegar forsendur fyrir því þá er ég alveg svo sem til í að koma til Íslands. Það er allt í góðu lagi. Ef ég er ekki viss að konan vilji koma með mér reyndar. Hún var nú svolítið kveikt eftir illa útreið Útlendingastofnunar á Íslandi. Hún var reyndar í Noregi, hún vill ekki fara til Noregs heldur, absolutt ekki.
Þannig að við þekkjum það kerfi aftur á bak og áfram. En það er nú ákveðnir aðilar sem að ég hef boðið bæði að koma í viðtöl í þér og sem ég hélt svona var að berjast við sömu öfl og ég. Það fólk vildi ekkert koma í viðtöl og vill ekkert við mig tala eða við mig þekkja. Þetta er bara eitthvað flugamætt. Sumir trúa því að flugur séu frá djöflunum. Sel það ekki dýrara en ég fékk það í hausinn. Og þannig að það er í pottinn búið. Já, hérna eru menn bara komnir í flokksfund. Þannig að benda fólk til þess að leiða flokkinn. Það er bara allir velkomnir sem að styðja klettinn eða bjargið. Á bjargi byggði hygginn maður hús. Eða á kletti byggði hygginn maður hús. Klettur er nú svona svolítið harðara orð. Og sjálfsveldisflokkurinn er alveg snilldar nafn á flokki. Það er nú ástæða fyrir því að ég dreif þetta af stað. Það var nú einhver að spurja mig af hverju gerðu þetta núna, af hverju varstu að drífa þetta af stað núna og hvað, af hverju gerðu þetta ekki fyrr eða jari bla 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 bli. Það var nú eiginlega svolítið nafnið. Og þar sem að vorum að tjatta í djúpkofunum, ég og Guðjón. Þá já, það var ég held ég við talaði um í live einhvern tímann. Þetta með hítruna sko, sem er náttúrulega merki flokksins. Að það ýtti svolítið við mig líka þegar að Guðjón benti mér á það. Hann benti mér á að þetta hítrufáfnis dæmi var algjör snilld sko. Og þá fattaði ég að ég væri komið með eitthvað spennandi stöff í hendurnar. Og þá er bara skella í logo og drífa sig. Þannig að það er svona með grafíska hönnuð í pólitík sko. Ef grafíkin gengur ekki upp þá gengur ekkert upp sko. En þetta er hítran. Og Sigurður Fáfnisbani var búinn að berjast lengi við hausana og þeir uxu fram í jafnóðum og hann var búinn að höggva þá af. Var ekki þannig? Og já, flott Palli, Páll Jónsson. Ég ætla að tala um Þýskaland líka einmitt sko. Ég fara að koma svona komment. Að hjartað í hítrunni er innheimt á sköttum með valdi, ofbeldi, er glæpur. Og þessi hugmyndafræði með klettinum og þessu myndmáli og svo náttúrulega að ógleymdi þessari indælu mynd hérna. Þessari forsíðu mynd. Þá er eiginlega bara ekkert aftur snúið. Að það er þetta blessaða fortjald sem er alltaf
hylur okkur raunveruleikann sjónum eða hylur prumpið í skókassanum. Var ég að tala var ég að tala með eyrnabrynju, að sko þegar að Jesú var krossfestur þá var alltaf sjáðu Jesú og hérna að þá meðan allir voru að horfa á Jesú þá gerðist stóra sagan sem var fortjaldið rifnaði og allir sáu að fyrir innan var bara prump í skókassa. Guðjón Hreinberg hefur lækað flokkinn sem ég er að stofna, með spurning frá hlustanda. Er Guðjón Hreinberg tengdur þessum flokki sem þú ert að stofna? Er hann ráðgjafi eða eitthvað slíkt? Hann er ekki ráðgjafi og ekkert slíkt. Og hann hefur lækað við Facebook-síðu flokksins sem er svona formleg innganga í flokkinn, bara eins og allir aðrir. En hérna, that's about it. Og það sem við höfum rætt þennan flokk höfum við gert bara í djúpkóðunum, sko. Og þannig að það er ekkert sérstakt leynimakk þegar í gangi. Og hérna kemur Satan aftur. Ég er svo mikill dýravinur og ég drep ekki þessa tegunda flugum, við bara reynum að losa okkur við þær flugur sem stinga. Og gera það helst ekki nema þær séu ögrandi. Þannig að það eru þægilegar umgengni. Þótt þær stingi, þá látum við þær í friði. Og hérna, við erum ekki svona dýravinir sem að drepum allt svo heima hjá okkur. Já, það eru semst engir persónur eða leikendur inn í þessu plotti með mér eða þetta er bara eins og hefur verið í opinberum útsendingum, bæði á YouTube-rás sjálfsveldisflokksins og þess að ég fjallaði þetta í Djúpköfun og Eyrarbrimmi og Reykjavík síðdegis og það er ekkert meira í gangi, sko. Og þessi klettur sem ég gerði þarna með árið, hann fæddist nú miklu leyti bara í beinni útsendingu líka, þannig að þetta er allt saman mjög mann liggur allt í hlutarins eðli. Ég held að sé engin leyndarmál hérna í hafurtaskinu hjá mér. Já, ég borða kjöt. Absolutely. Akkur ætti ég ekki borða kjöt. Borða líka aldin kjöt. Ég er ekki kjáni, sko. Ég lati ekki heila þó mig í eða úr mataræði, sko. Já, alveg rétt. Dýravinur. Já, borða dýr. Sko, þetta orð dýravinur er algjör psyop eða heilaþvottar törm, sko. Svona Disney náttúruverndarismi. Sko, ísbirnir borða seli. Selir borða fisk. Svo er alltaf, já, verðum að fríða selin. Svo nokkrum árum seinna, já, verðum að fríða ísbirnina. En byrju, ef þú friðar ísbirnina, þá eru fleira þeir sem borða meira sel. Og sko, ég er ekki hlynntur illri meðferð á dýrum. Ég er ekki hlynntur því að fólk sé að drepa dýr sér til skemmtunar, til þeim. Ég tel eðlilegt að við yrkjum náttúruna til lífsviðurværis eins og allar aðrar skepnur jarðarinnar gera. Og ég er mjög óhlyntur, ég er ekki hlyntur þessari búramenningu sem er í gangi. Þessar miklu dýravina þjóðir sem að segja að það má bara alls ekki veiða hvali. Það eru svona dýravinir. Að heima hjá þeim að þá eina sem þeir borða kemur úr svona dýrum í búrum sem eru öll stór sköð og svínin eru sett í svona járngrind og svo bara pumpað hormónum í það.
að þessi dýr fá aldrei neitt líf í náttúrunni eða einskis að njóta. En hvalirnir okkar til dæmis, þeir synda allt sitt líf í náttúrunni og njóta síns dýralífs. Og síðan erum við með sérþjálfaða sérfræðinga með alveg sérstökum rándýrum sprengioddum sem að deyða þau samstundis. Og þeir sem eru lélegir í að deyða hvali, þeir fá náttúrulega enga vinnu við að deyða hvali. Og það koma kannski 25-30 tonn af kjöti úr einu slíkum hval. Og það er allir voðalega mikið á móti því. Og allir mikið á móti svona náttúrulegu dýralífi. Ég er miklu hlynntar því að dýrin fá að lifa í náttúrunni og síðan veiðum við þau eftir þörfum. Þess vegna er ég líka til dæmis mjög mikið á móti öllu þessu frystigeymslum og frystigjávum og öllu þessu veseni, sko. Það er mikið bara betra að hafa dýrin í náttúrunni og svo bara veiðum við eftir hentugleikum. Og það er ekki transport, sko. Ég meina, af hverju eru það að flytja fullt af mat frá Reykjavík og Raufarhöfn og frá Stokkhólmi til alveg bara lengst upp þangað og hingað. Það verið að flytja mat út um allt, þessi matur vex alls staðar. Þannig að já, mikið búið. Það er slatti búið, en hérna það er þetta að hlusta aftur eftir. Já, einmitt. Það er hérna drusluvæðing Disney. Það er Disney framleiðir mellur framtíðarinnar. Hérna spyr Páll, hvað með dæmi í Þýskalandi að skylda fólk að eiga matarbirgðir í 10 daga og vatn í 5 daga á kantinum? Við komum til að gera til hryðjuverka og sem náttúruhamfarir. Sko, Þýskaland er að lenda í Venesúela. Þið vitið það að núna sveltur fólk í Venesúela. Þar á fólk engan mat og hérna það er svona velferðarríkið á endastigi að þetta er Venesúela og bankar í Þýskalandi hafa tapað 60, 70, 80% af verðmætum sínum bara yfir nótt. Stríðsglæpapakkið ætlar allavega að taka Þýskaland út næst og sennilega stóran hluta Evrópu. Og þýsk stjórnvöld eru í raun að vara við þessu ástandi. Ég held reyndar að þetta sé allt og stuttur tími, 10 dagar. Þau þurfa átt ykkur á því að maður þarf að hafa leiðir til þess að mata sig í miklu lengri tíma. 3, 6, 9 mánuði. Og Ísland náttúrulega býr svo sem vel að við erum í náttúrunni. Ég valdi fjölskyldu minni, við búum hér á svæði sem ég valdi strategískt, ég valdi þetta viljandi með alls konar svona brombolt í huga. Og hér er gríðarlega mikið af náttúru allt í kringum okkur, fiskivötn og alls konar svoleiðis. Ég er með nokkur 100 lítra af vatni hér í kjallaranum sem myndi duga okkur í töluvert langan tíma. Ég er með svona hugmyndir um það hvernig ég get, og það er reyndar að bæta þar í, hvernig ég get þá síað vatn sjálfur eða unni mér vatn. Og það er óbúslega mikilvægt að á meðan að allt er í gangi, sko, þessi efnahagskerfi er í gangi, að kaupa sér þá veiðustangir, kúlur í veiðibyssuna og svona aðeins að gera sig í hugarlund, sko, ef allt krassar, hvað ætla ég að gera, sko?
Þú sért bara, það er mikið betra að gera það áður en allt hrynur heldur en eftir allt hrynur. Til dæmis er ég búinn að kaupa fræ, við eigum töluvert af alls konar fræjum hérna sem ég er búinn að vera að safna. Hérna, við kaupum alltaf, hérna er oft svona hrísgrjón á tilboði, það kostar allt í einu bara, hrísgrjónin eru ofboðslega ódýr allt í einu, þá kaupi ég bara tugi kíla á því og setja í kjallarann, sko. Af því að við notum svo hrísgrjón, sko. Þannig ég bara lengi bufferinn, sko. Og kona mín skilur þetta ekki, sko, alveg. Kannabisfræ. Ég hef aldrei neitt eiturlyfja á ævinni og mun sennilega aldrei gera það. Ég er bara svo hamingjusamur í lífinu, lífið er mitt eina dóp, sko. Þannig að, sko, að kaupa góðan hníf, kaupa klósettpappír, það var hérna klósettpappír á rosalega góðu tilboði, ég keypti alveg bara, skrilljón klósettpappíra. Það var talað í Venesúela að klósettpappír bara eins og gull, sko. Og hérna og þið vitið það að Ísland í krassinu 2008 var bara hársbreidd frá þessu ástandi, sko. Og Íslendingar þurftu að gefa frá sér bankana og allt gósið til þess að lenda ekki í þessari stöðu, sko. Og já, high on life is the best high, það er alveg rétt, sko. Bullshit, hvað er bullshit, góði minn? Það er hérna, byrjum við, YouTube. Það er hérna Lost Society. Munið þetta sem ég margoft deilt þessu. Flug að fara að vera hana, ég ætla ekki að drepa hana, sko. Æ, hvað heit þetta? STG report, já. Madness eitthvað. Madness á hér. Þetta hérna. The Madness of a Lost Society. Ef þið hafið ekki séð þetta, þá er þetta algjört skildið áhorf. Ég þorum ekki að spila mikið af þessu. Setta mute á þetta. Fair use notice, ég beit honum líka. Stoppa þetta. Hérna er hann. Þetta er hann hérna. Já. Ég vitnaði alla stóru kallana. Sko það verður að horfa á þess að fá þetta hérna. Þetta er ástæðan fyrir að ég vil ekki lifa í stórborgum, allavega ekki á þessum tíma. Já, hérna The Madness of a Lost Society, það eru nokkra myndir, svo gerðan ekstra, sko. Og hérna, já, sem sagt. Þetta er það sem að þýska þjóðin mun sennilega lendi í mjög fljótlega. Og það sem að ég er búinn að fara yfir þetta svo oft áður náttúrulega, það er kannski einhverjir nýir, það eru sko miklu stærra hrun á leiðinni heldur en það sem var 2008, sko. Og hérna, það verður öllu krassað núna fljótlega. Og það sem að krassar næst er afleiðu viðskiptasamningar. Og hérna, þetta er allt saman að fara í klessu, sko. Og það er hérna, svo Gerald Celente segir, hann segir sko, fyrst fara þeir í currency wars, þessi gjaldmiðlastríð, og það er náttúrulega búið í gangi núna.
Og já, talandi um það, ég ætla að venda sýningur hérna eitt. Hann talaði um það sko að fyrst er farið í gjaldmiðlastríð og þegar það gengur ekki, þá farið í heitt stríð, eða alvöru stríð. En hérna sjáið þið BRICS Post. Já, bless. Hérna þessi BRICS Post að eins og þið vitið þá eru BRIC ríkin búin að stofna sinni eigin IMF. Ekki það að ég held að það sé neitt betra eða verra, ég held að það sé bara sama ruglið sko. En allavega er komið hér sterkt ríkjabandalag í gjaldmiðlum. Og þeir virðast alltaf byrja allt sem að rétt eins og eru oft í þessum gjaldmiðla dæmum sko. Brasilía, Rússland, hver er Indland eða ekki? Indía, já, Indland, Kína og South Africa. Það bætti þér S-inu við. En þeir virðast vera að styrkja gengið sitt og hér virðist hlutinni vera að ganga mjög vel sko. Þeir eru sem komnir með sína eigin heimasíðu hérna einhverjir. Break opinion. Að þetta er náttúrulega að hluta til ástæða fyrir því að þeir eru að reyna að fá Rússa í stríð. Að þessi vestrænu seðlabanka mafía, hún hefur svarað öllum tilraunum til þess að fólk fái verðmæti fyrir verðmæti. Svo Írak sagði að við viljum ekki selja ykkur meira olíu nema við fáum ykkur raunveruleg verðmæti á móti. Við viljum ekki fá meira í skeinipappír frá okkur sem er kallið dollar. Og þá er svarið bara NATO og CO með sprengjuvélar sko. Og það er allt saman sprengt til helvítis. Og síðan taka þessar NATO og CO mafjur yfir allt í Írak, olíuframleiðsluna og allar svona natural resources frá því svæði. Og sama var með Líbíu, þeir sögðu bara fuck you, við viljum fá alvöru gull fyrir olíuna sem við seljum ykkur. Og þá er það allt saman Gaddafi að kenna, hann er vonda grílukallinn og allt sprengt það til helvítis. Og núna eru það svona ættartengdir aðilar forseta og stríðsglæpamanna sem að stýra bara allir olíu Líbíu sko. Það er allt saman tilviljun eins og við tölum áðan. Og svo sita allir bara, hvað er að gera með flóttamennina? Ekki til dæmis að taka bara peninga auðinn af þessu fólki sem hafi búin að vera að pumpa olíu frá heimkynnum þessa fólks. Það er ein hugmynd til dæmis. Og það er svo flókið, hvernig við gerum það? Við verðum að vera hérna áfram í Stokkhólmi sko. Ok. Ég stil það að leggja niður Sameinuðu þjóðirnar. Og það er þessi Sameinuðu þjóðirnar eru stríðsglæpastofnun. Það er Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðir með stríðsglæp. Fyrsta sem þeir gerðu voru að fremja stríðsglæp og glæp gegn mannkyni með því að úthluta Palestínu til geðveikra fábjána.
En hérna, það er nú víst allt gull heimsins er í Filippseyjum, segja sumir. Þekki það ekki. En ég styð úrgöngu Íslands úr Sameinuðu þjóðunum alveg bara strax. Og sko, það sem ég er að tala með sjálfsveldisflokknum er þeir sem eru með diplómatapassa, þeir eru með allt annað líf heldur en þú. Þeir sem eru í þessum stríðsglæpa business, þeir eru allir með eitthvað svona passa. Ef þú vinnur á IMF eða Sameinuðu þjóðunum eða eitthvað, þá færð þú svona passa sem þýðir að það gilda engin lög yfir þig, landslög eða neitt slíkt. Og sjálfsveldisflokkurinn er í sjálfum sér, svona innan gæsalappa, að tala að það bara fá allir diplómatapassa. Akkur á bara einhver lítil plebbagrúpa að vera með svona passa. Akkur mátt þú ekki fá svona eða ég? Veistu hvað er það? Hver gerir þá að guði? Ég mista þeim fundi, sko. Og já, þessi fluga er örugglega stýrt af CIA. Þetta er remote robot. Þannig ég styð niðurlagningu á öllum þessum árans stríðsglæpa pakki. Það getur bara farið í nauðungavinnu við að byggja upp þessi ríki sem það er búin að eyðileggja. En ég held ég búin að nöldra nóg í kvöld. Þetta er alveg orðinn 1,5 tími. Nema þið séu með einhverjar specific spurningar. Ég skal hérna sýna ykkur smá myndasýningu á meðan. Roman Army logos. Logos er orguðs. Ekki, það er logos. Þetta er þetta fræga spor. Þetta er sem sagt merki rómverska hersins. Og hér er Phoenix. Hérna er hann ennþá betri. Og hérna eru þessi laufblöð hans Júlíus Caesars. Og hérna er þessi hringur. Þetta táknar yfirráð, sko. Hérna er þessi double heads eagle. Svo ef við skoðum hérna eagle. Okay. Hérna er hann blessaður. Þetta er rómverski riddarinn frá helvíti. Hérna eru örvar Rothschilds. Þeir eiga þetta allt saman alltaf. Og svo erum við með Germaníko. Það er þessi hérna. Þessi fluga er alveg kampakát hérna. Þetta er sami dritillinn. Þetta er sami Phoenixinn. Logo. Þannig ég fer að ljúka þessu bara. Hérna eru merki Sameinuðu þjóðanna. Tökum þetta hérna. Hérna sjáum við sama dæmið og við sáum þarna áðan í rómverska
merkinu. Þetta er sama apparatið. Þetta er sama fyrirbærið. Og hérna er þessi örn og hann er líka náttúrulega á, og þið sjáið hérna stjörnuna í, hérna sjáið. Þannig að maður þarf svo mikið annað en að grúska aðeins í þessari merkingafræði til þess að átta sig á því að það er sama, bíddu við. Fyrir beint á mæki, þessi fluga elskar ykkur, held ég. Það er þessi hérna mynd. Útskýrir svo margt, sko. Þetta eru svona óskýr, í alvörunni, já. Ok, horfum við það hérna. Sko, þessi mynd hérna er svona tíklar, sjáðu, eða þessi frægi góldúkur sem er svona taflborð, sem að peðin hlaupa hérna á taflborðinu. Og þið áttu ykkur á því að það er sama hönnun eins og til dæmis í háskólunum og allt kerfið er hannað á sömu ideológíunni. Og hérna er semst á gólfinu sjáðu þið alveg fullt af hálfvitum bara, sem að vita ekkert hvað er í gangi. Þeir ramba hérna á gólfinu og þessi dúkur hérna, hann var skorinn upp og þessi ræmur og sett á lögregluhúfur. Sjáðu sama munstur á þriðja augun á löggunum. Og hérna eru tveir lodges, önnur fer upp í 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hérna, þrepum og þessi hefur lengri stiga, en þau sameinast á toppnum. Það eru tveir strúktúrar í þessari musterisreglu. Og hérna, nei, pínulítið mynd, gat verið. Stóri, hvernig það? Það er svolítið flott mynd, sko. Útskýrir þetta rosalega vel. Og útskýrir sko þjóðfélagsmiðlana og bilderberg.org. Og þessi sé þokkalega stór. Nice. Bara seifa þessa. Já, gera það eftir. Hérna er sem sagt Scottish Rite og hér er York Rite. Það eru 2 lodger sem ganga upp. Og þeir byggja allan sinn strúktúr eins og þetta. Þeir byggja þjóðfélögin upp svona, fyrirtækin sín, það er allt byggt svona upp. Og það er alltaf byggðar upp 2 til þess að mynda píramídan. Hérna sjáið kettlingar. Þær eru með sem sagt minni stall hérna. Daughters of the Nile. Og hérna eru þessar læður eins og Hafni Már kalla, og hérna eru þessir. Það er, já, hérna er svona minni strúktúr fyrir þetta lið. Síðan er hérna fullt af svona nýtsum kjánum og fábjánum sem aða hér og já, ég er frímúrari, já, ég er svo mikill kall. Og það er logið að þeim allt merkjafræðina og veist, það er, já, þetta er svona kristin, já, þetta byggir svona kristin gildum, sko, ég sagt við þá sem eru með eitthvað samvisku. Máni til dæmis í Harmageddon sagði, já, þetta er byggt á svona kristilegum gildum, þannig að hann er á góldúgnum, kallinn. Og að þetta er strúktúr sem hefur virkað frá Egyptalandi. Og
Þið sjáið alls staðar, hérna eru öndvegissúlurnar við landnám Íslands til dæmis. Hérna sjáið þið súlurnar í dómshúsunum. Og hérna þannig að ef þú skilur ekki þetta stjórnkerfi hérna og hverjir eru hérna sjáðu, hérna eru prestar mikið náttúrulega, predikarar sem eru náttúrulega fjölmellur í dag mikið. Þeir eru predikarar nútímans. Hérna er allt military draslið og peningarnir og það er allt undir þeirra kontról. Og þeir þola ofboðslega illa samkeppni og hérna mín kenning að valdstjórnarmafían hafi drepið Guðmund og Geirfinn og fullt af fólki, þessi mannskvörf eru voða mikið til komin vegna þessara reglu, morðingjaregluna, að hérna þetta leið svífst einskis og er sko mikið, eins og þið sjáið að sko æðstu yfirmenn bankana eru masterar í þessar reglu og dómarar í reglunni og þeirra kód er þannig sko ef það er réttaröld gegn bróðir sem þeim kalla, eða mustris plebba sem þeir eru saman í klúbnum, að þá ljúga þeir til þess að verja bróður sinn. Þess vegna sjáum það alltaf tvöfalt réttlæti sko. Meðan þetta liðir allt saman á kafi í stríðsglæpum, þá er ekkert mál. Þá eru allir bara sem einn að ná einhverjum hagsmunum fyrir þessa glæpamenn sko. En svo leið og bara, veist, eins og ég hef lagt til, bara senda bréf þangað og segja upp sambandi við þessu, þá bara nei, veist, hvernig skrifa maður bréf? Ég veit ekki, veist, þá snýr allt á hvolfið sko. Og það er ástæðan fyrir því sko. Og nú er fullt af fólki að fara hérna sem að verið að vera með mér í hagsmunasamtökum heimilina og í alls konar baráttumálum og einhver svona tengslum. Þeir eru allir hérna á gólfinu sko og þeir allir að fara bara á Alþingi og redda málunum sko. Þið sjáum mér að þetta glingur hérna um hálsinn. Hvað minnir þetta glingur ykkur á? Ég er nokkust að séð svona dótar í áður eða ekki? Þetta er einmitt, ef þið horfið á vídeóið mitt forseta vígsluna, þá einmitt sjáið þið að þeir eru allir með svona glingur sem er alveg nákvæmlega eins og glingrið í reglunni. Og þetta er náttúrulega bara samsæriskenning hjá mér eða ekki. Þannig að merkin sína mafíuna. Og hér er alveg svakalega mikið nýtsumum. Riddarakrossin er hluti af þessu líka. Þú getur farið hérna í frímasjón. Metals. Þetta er nú glingrið sem eru að hengja hver á annan, sjáðu. Þetta ekki riddarakrossin og eitthvað. Þau farið bara að horfa á glingrið sem þetta fólk hengir utan á sig. Þá er þetta allt, þetta drasl hérna sem það hangir á því. Það er ekkert óeðlilegt að bankastjórinn og hérna dómarinn sé í sama saumaklúbbi. Það er ekkert óeðlilegt við það. Og það er ekkert óeðlilegt við það að þeir hafa svarið að hjálpa hvort öðrum í gegnum þunnt og þykkt og ljúga fyrir dómi ef það þarf til. Það er ekkert óeðlilegt við það. Ekki vera með þessi leiðindi sko. Og meðan þeir eru að beita þessum töfrabröðum, þá tapar þú alltaf og tapar. Og við lifum í ógeðsheimi eins og einhver sagði. Ógeðsþjóðfélagi. En það var eitt annað sem ég ætlaði að segja, rétt á henni hætti.
Voodoo. Hvernig skrifar maður voodoo? 2 ó. Voodoo. Voodoo magic. Hvernig á maður að vita svona? Það sko, hlusta á hana Catherine Albright. Hlusta mikið á hana. Að það mikið notaðar nálar í vúdúgaldri og í þeim svartasta af þeim svarta, eða svona í þessum svartagaldri, þá mikið notaðar nálar. Needles. Já, einmitt, fangamorran. Needles. Sko, ég ætla nú bara aðeins að sýna ykkur það. Það ástæða fyrir því að þeir vilja bólusetja börn með 100-200 bóluefnum fyrir aldur fram. Þetta hluti af svartagaldri þessara andskota. Þannig að þessir faraóar hafa alltaf líka verið obsessed með galdraliði og alls konar galdradrasli. Þannig að það beintenging á milli vúdú, svartagaldurs og bóluefna. Flugan hérna þá. Ekki miskunn sko. Þessi tegundaflugum lifir góðu lífi hér. Þannig að það var gott að ég myndi þetta. Ég vildi minnast á þetta við ykkur að nálar eru hluti af þessum svartasta galdri. Og já, það sem sagt. Talandi stjórnarskrá, ég nenni nú að tala um hana lengur náttúrulega. En þá vitið það að þessi stjórnarskrá sem við erum með núna, þessi stjórnarskrá sem verður að tala um, þessi svokallaða nýja stjórnarskrá, í raun ljósrit af sovéskú stjórnarskráni. Og það sem svo margir eiga erfitt með átt að segja á að næsta terrani, næstu ógeðs árásum á mannkyn, glæpi gegn mannkyni, á mannkyn, eru rosalega mikið í gegnum læknastéttina. Já, ég var að tala um áðan sem að þau seinni heimsstyrjöldina. Það var alls konar fyrirtæki sem að lifðu af heimsstyrjöldina sko. Þessi stóra alþjóðafyrirtæki, lyfjafyrirtæki og alls konar hergagnafyrirtæki og svona drasl, IBM til dæmis. Og þeir sem voru í þessari ógeðs starfsemi í Þýskalandi, þeim var allir komið úr landi gegnum Operation Paperclip. Og fyrir heimskingjana, góleminn, þá var þeim talið að þetta væri allt saman Hitler litla að kenna. Hann gerði þetta allt saman bara einn með morgunkaffinu. Og öll fyrirtækin fóru bara sína leið. Og þeir lentu ekki einu sinni í neinum vandræðum. Voru ekkert í neinum Nürnberg-réttarhöldum eða neinu sko. Þeir voru bara góðum málum. Og já, bara því að loka gluggum frá í dag, Unum Sanktam, munið hvað það er, Unam Sanktam,
ég fjallaði það. Ef þið hafi ekki séð það, þá horfið á vídeóin. En ég held ég sé að verða búinn. Og þakka fyrir komuna. Og bið alla sem að vilja vera með í sjálfsveldisflokknum að vera í starthólunum þegar ég boða til funda og þinga og samræðu stunda eða hvað við viljum kalla það. Og reyndar náttúrulega voðalega leiðilegt að ef að sjálfsveldisflokkurinn vinnur þá eina verkið að bara ná völdum að leggja svo niður fyrirtækið, sko. Það missjónið sem að sjálfsveldisflokkurinn hefur, að taka allt fínrið úr hendi ræningjana og færa veldi til sjálfvaranna. Og það var öllum bara sjálfsvald sett hvað þeir gera með sinn arf, sinn landsarf, Íslandsarf. Og ég vil endilega minningur að styrkja þetta starf. Það gengur illa að fá styrki. Það bara enginn sem vil styrkja mig. Það allir bara vilja frekar fara í bíó eða kaupa áskrift á Stöð 2 eða eitthvað, ég veit ekki. Eða gera eitthvað annað en að styrkja þetta mikilvæga starf mitt. Og ég í sjálfu sér skammast mín ekkert fyrir það að biðja stuðning, sko. Ég held að ég trúi allavega að ég sé að gera mikilvæga hluti. Og það virðist nú alltaf verið eitthvað slatt af fólki sem horfir á þetta hjá mér. Og ég held að ég sé nú svona einn af fáu sem með einhverjar orginal hugsanir í hausnum, ekki bara svona bergmála af einhverju sem heyra einhver aðra að segja og svo segja allir sömu villsuna. Og ég nú ekkert að halda því fram að ég viti allt og skilji allt og geti allt og einhvern veginn að ég labba á vatni og breyti vatni í vín, sko. Kannski ósmekklegt að labba fyrst á vatninu og breyta því svo í vín. Já, hvað? Já, minn ykkur á ísbúðina hans Ásgeirs. En já, það sem sagt. Þið alltaf velkomin aftur. Og komið svona, veist, ef þið ætlaði að taka þátt í flokksstarfi sjálfsveldisflokksins. Þá hvað aftur slóðin á ísbúðina Ásgeir, ég skal plugga hana síðan. Ekki Herdís Arís, nei. Já, það heitir bara Herdís. Já, næs. Ég ætla að plugga hérna þess. Fyrst að það allir 5 hérna standir. Einn af já, ísbúðin Herdís.is líka. Ok. Hérna sem sagt hérna ísbúð hjá einum af mínum hérna Herdís. Yummy. Krakkarnir mín voru að slást í að keyptur ís í dag og bara grátið. Og minn 5 ára búinn að fatta það, sko. Ég sagði, byrju, ef ég að kaupa ís og þið bara grátið, þá það nú frekar slæm fjárfesting að kaupa ís. Já, hann á Rauðarastíg 41. Það bara umhverfið fjárfesting að kaupa ís ef að þið svo bara grátur og gnístan tannan. Þannig ég held að ég kaupi bara ekkert ís aftur ef þetta á bara að vera eitthvað svona væl. Og strákurinn minn sem 5 ára náttúrulega löngu búinn að fatta þetta, þannig að hann vælir ekkert, sko.
En stelpan 30 ára ekki alveg búin að ná konseptinu, sko. Þannig að hún vældi mikið í dag. Hún kom síðan til mín og var að rökra þetta hvað mamma var vond að gefa henni ekki ís. Ég sagði: "Nei, þú voru nú þannig við keyptum ís til þess að gera þig hamingjusama, ekki til þess að þú verður að gráta." "Já, en ég vil meiri ís, ég vil meiri ís." Ég sagði: "Nei, þú verður að á morgun, það er kvóti, sko, bara víst mikið á dag." "Já, ég vil ís." Og svo bara grét hún og grét og ég sagði: "Heyrðu, þetta, ég var bara að taka ísinn og fara með hann aftur í búðina. Þetta voru greinilega einhver mistök að kaupa ís handa ykkur. Það var eitthvað tómklúður." Og svo eftir 1 til 2 klukkutíma gráti og rökræðum þá held ég hún hafi nú fattað konseptið hjá pabba sínum. En já, Ásgeir hefur verið að birta fullt af myndum, það er greinilega brjálað að gera þarna og mikið gaman og mikið fjör. Þannig að endilega farið og skellið ykkur ís. Bragðgóður, kræsingar. Sérþarfir og heimsending. Já, ekki bara senda mér ís hérna? Nei, þessi er nú auðvitað, hvað er þetta? Ég þarf eitthvað að fá uppskriftir af þessu fyrir konuna mína. Svona, sjáðu, þarna er bara plögg fyrir Ásgeir vin minn. Þið getið líka biðið öll fyrirtækin, Coca-Cola til dæmis, eða öll þessi glóbalista fyrirtæki vilja örugglega að ég pluggi það ef þau opna framleiðendur. Ég meina, af hverju ekki? Ég meina, við bara drekkjum flóttamönnunum á Lækjargötu og ég er búinn að leysa það mál. Og bara plugga ég hérna hergagnaframleiðendur og bara því meira sem við drepum og sprengjum og eyðileggjum, það er bara því betra. Þá rís fönixinn, skiljiði. Ég meina, af hverju er ég alltaf að vera eitthvað svona á móti og neikvæður og fátækur og bara basla og basla og basla? Er það ekki bara heimska? Það er spurning. En frá höfuðstöðvum Frelsi TV hér á tunglinu, þá bið ég bara að heilsa ykkur og Guð að blessa ykkur og kommentið bara við hæfi hér undir, eins og Lionel segir. Og þangað til að við sjáumst næst, verið sæl og góða nótt.